Herra, ég ætla að kíkja hérna á þriðju lótuna okkar, síðustu lótuna, sem fjallar diffurjöfnur. Og fyrsta sem við þurfum eiginlega að skoða er ritháttur fyrir diffrun. Og við erum vön því að nota þennan rithátt. En það eru til aðrir rithættir, til dæmis þessi hérna. Því er alveg nákvæmlega sama. Y-diffrað, I-diffrað. Ok? Og við erum með diffurjöfnur á þessu hérna formi. Þetta eru einfaldar diffurjöfnur. Hérna y-diffrað er sama sem x. Og þessi kafli, þessi lota, og gengur út á það að vinna með eitthvað svona, y-diffrað sama sem eitthvað, og breytir sig þannig að þessi y sama sem eitthvað. Alltaf finna út y, einangra það og komast á lausninni. Og við vitum það að y hérna er ekkert annað ef ég heilda y-diffrað. Með tilliti til x. Við heilda y-diffrað. Ok, það þýðir það að ég get heilda hérna þetta x og þá fæ ég bara hérna hálft x í öðru pluss k. Og þetta er það mitt svar. Einfalt. Stundum erum við með kannski y-diffrað er sama sem e-veldinu 3x. Þetta er þá þetta hérna er þá y-tvídiffrað. Ok, og það sem við getum gert, við getum fundið út y-diffrað með því einfallega að heilda e3x. Og þess að ég fæ þá, ég fæ 1/3 e-veldinu 3x pluss eitthvað k. Og ég ætla að kalla þetta k1 af ástæði sem kemur í ljós eftir smá stund. Þannig að þá er ég komin hérna með jöfnu eins og við varum með áðan. Y-diffrað er sama sem 1/3 sinnum e-veldinu 3x pluss k1. Og ég ætla núna að finna y-ið. Og þá þarf ég að heilda aftur. Það sem gerist þá, þetta verður 1/9 e-veldinu 3x. Síðan ætla ég að heilda þessa tölu, k1. Og ef þú heildar tölu, þá færðu k1 sinnum x. Síðan bætist við hérna annar fasti sem við köllum k2. Þetta er af því við erum að heilda tvisvar, að þá fyrst kemur einhver fasti k1 sem heildar að seinna skiptið, þá kemur einhver annar fasti k2. Ok, nú það sem við erum að vinna líka með er sem sagt ef ég bakka aðeins tilbaka, þetta hérna tvennt, þetta og þetta kallast almennar lausnir. Það þýðir bara það, við erum með eitthvað fasta k sem við vitum ekki hver er. Þannig þetta er almenn lausn. Þetta er almenn lausn og síðan það sem við erum að vinna með hérna í framhaldi, það heitir sérlausn. Og við höfum ekki farið í svipað efni áður. Sýn ykkur hérna dæmi. Hérna eru almennar lausnir. Og hérna koma sérlausnir. Ok. Tökum bara þannig dæmi. Hvað var þetta? X er pluss 5. Þannig að við erum með þessa diffurjöfnu. Og við erum með gefið að y af 6 er sama sem 5, eða ekki? Jú, ok. Það sem þetta hérna þýðir er ef x er sama sem 6, þá er y sama sem 5. Það er eins sem þetta þýðir. Þetta er svona auka skilyrði eða jaðarskilyrði þetta sem þetta er kallað. Og í sjálfu sér þetta dæmi er mjög svipað og það sem við gerðum í lotu 2. Þá vorum við oft að finna út fastan k og þetta er alveg svipað, við erum að finna út fastan k nema nú erum við með einhverju diffurjöfnu. Byrjum með því að vinna með þetta hérna
finnum y, hildum einu sinni, þá fá ég 1/3 x í þriðja pluss 5x pluss k. Nú er ég ekki með neitt k1 eða k2 af því ég bara hilda einu sinni. Það er bara nóg að hafa k. Þannig að hérna er mín almenna lausn og síðan get ég sett inn sérlausnina. Þá nota ég þetta og ég segi að y verður 5, þetta kemur 1/3, hérna kemur 6 í þriðja pluss 5 sem 6 pluss k. Þannig að þá erum við komið með þægilega jöfnu og við þurfum bara að vinna með hana og einangra okkar k. Í þessu dæmi þá fáum við að k er saman sem 97, mínus 97. Og hérna getum við skrifað upp sérlausnina. Skrifað maður upp aftur jöfnuna. Þetta er 1/3 x í þriðja pluss 5x mínus 97. Þetta er þá sérlausnin.